Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, við ætlum að vinda okkur í svona eftirfylgni. Þá við vorum dálítið duglega að setja fram hugmyndir, kröfur, pælingar réttlátt og betra samfélag hérna fyrir kosningar og í kosningabaráttunni sérstaklega náttúrulega. Svo núna komin ný ríkisstjórn og mörgum þykir svona ekki við hæfi hef ég tekið eftir að vera eitthvað að gagnrýna valkyrjurnar eða bara nýja ríkisstjórn ekki að vera komin eina neikvæðni, en ég held að það sé mjög mikilvægt hérna við Rauðaborðið að við byrjum bara strax að kalla til svona þá hagsmuna aðila sem eða ekki hagsmuna aðila heldur þá sem eiginlega hafa barist fyrir ákveðnum hópum og hingað komin Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana. Takk fyrir að koma og taka stöðuna svona. Mér langaði bara að biðja að vera með einhvers konar stöðumat, svona hvernig horfir fyrir leigjendum núna fyrst á nýju ári og minni ríkisstjórn? Nú, eins og segir réttilega, þá virðist eins og almenningur sé svolítið ragu við það að gagnrýna stjórnvöld og gefa þeim séns, og sem ég tel alveg rétt, en hins vegar það bara þannig í svona hagsmunabaráttu, þá geta svona einhver virðing eða tengsl, vinskapur eða einhvers konar svona samherja vensl, þau mega bara ekki skipta neinu máli vegna þess að þú ert með ákveðin málstað, þú ert að berjast fyrir ákveðin skjólstæðinga og þú þarft alltaf að horfa bara blákalt á hvernig staða þeirra hvernig hún hefur verið og hvað þessar hópar eiga inni og það má þá ekki undir neinum kringumstæðum vera þannig að þú vera ragu við að gagnrýna stjórnvöld vegna þess að hugsanlega að einhver leyti standaðu þín megin á hinn pólitíska ási. Ég bara hafna því algjörlega. Þannig að ég ætla að leyfa mér að gagnrýna þessa ríkisstjórn ef að hún fer út á sporinu, ef hún ætlar ekki að uppfylla þau loforð sem að hún kom fram með. Og ég kannski strax komið með ákveðna efasemdir. Við erum með því að nú horfi ég svolítið mikið á hagsmuni leigjenda að við erum með 2 þingmenn hann inni, þungavíkta þingmenn, annar þeirra komin orðið núna formaður fjárlaganefndar Alþingis og hinn orðin ráðherra og þetta eru 2 einstaklingar sem hafa talað mikið fyrir bættum réttin til leigjenda og þeir eru konið lykil aðstöðu til þess að gera nákvæmlega það sem þeir hafa talað fyrir í mörg ár. Þannig að þú þarft eiginlega, ég ætla bara að skjóta inn í þetta má kalla þetta gagnrýni, það má líka tala kannski svona á þessu stíði máls svona minnisblað eða minnislista til. Já, bara halda þeim við efnið en það má ekki vera þannig að það meni að vera rægir við að gagnrýna stjórnvöld eða ráðandi öfl þó að þau séu á einhver leyti, einhver staðar í einhverju samhengi einhver samherjar. Það líka meinið við íslenska pólitík að þú meir ekki gagnrýna samherjaðina, eða það sem þú telur samherjaðina. Maður sér þetta með mörg og þetta hefur rætt hérna með Rauðaborðið að til dæmis náttúruverndarsamtök sem að voru í miklu svona pólitískum tengslu við Vinstri græn allan þeirra stjórnartíma, að það svona botnir fór svolítið úr starfinu á þeim vegna þess að þau gátu ekki gagnrýnt stjórnvöld vegna þess að þar inni voru kannski svona þeirra samherjar inn í VG og þetta er ekkert eftirbreytni. En eins og segi, ég las stjórnarsáttmálann og sérstaklega sem að varðaði húsnæðismálin og það sem að leigjendur hafa verið að kalla eftir alla tíð að það verið komið böndum á sjálftöku og okur á leigumarkaði og það ekkert að finna í stjórnarsáttmálanum og það gagnrýni ég og það finnst mér óásættanlegt með öllu að í upphafi þessa ferðalags ríkisstjórnarinnar sé ekkert minnst á það að leigjendur á Íslandi hafi í áratug, 1,5 áratug búið við viðbjóðslega sjálftöku og mannskemmandi okur sem að veldur langvölum og alvarlegum áföllum hjá tugum þúsunda fjölskylda. Það sko ekkert vera minnst á það í stjórnmálasáttmálanum og sérstaklega þegar við erum með 2 flokka sem að segjast og sögðust fyrir kosningar
ætla að laga stöðu leigjenda. Nú var hérna sá sem gegndi formennsku í leigjendasamtökunum á kosningabaráttunni. Yngvi Ómar, hann var með svona óformlega könnun á eiginlega hvernig eiginlega flokkarnir kom út úr kosningaloforðunum eða hvernig kosningaloforðun kom eiginlega út úr mati leigjendasamtakana með hagsmuni leigjenda í huga og þá var sósíalistaflokkurinn var bara klár vinningshafi og síðan voru þessir tveir eiginlega stjórnarflokkar held í næstu, ef ég man rétt, það var sem sagt flokkur fólksins með Ragnar Þór náttúrulega sem ofboðslega vel inn í málunum og svo Samfylkingin, ef ég man rétt. Það var þannig. Þannig að þetta ætti að vera svona þannig að þú ert núna náttúrulega mjög heppilegt að þú ert þá í stjórnarandstöðu raunverulega. Já. Og ert ekki það raunverulega eins og þú segir með Vinstri græn og náttúruverndar þá kannski bara ágætt að þú ert ekki á þingi og getur haldið áfram þá að minna á að veri þessi svona þrýstihópur. Já, þetta líka eitt þar sem að svona ákveðin hugsanavilla kannski í framhjálpi, það ákveðin hugsanavilla að góðir aktivistar þurfi að enda inn á Alþingi. Góðir aktivistar geta bara fengið laun og lifa sem mannsamandi lífi sem aktivistar fyrir sína skjólstæðinga. En ekki að endilega allir endin á Alþingi þar sem eins og við sjáum svo oft verður lítið úr starfskröftum þeirra, sérstaklega varðandi það málstað sem að þeir kannski fara helst fyrir. En þeir náttúrulega fá kannski engin laun ef þeir fara ekki á Alþingi eða eitthvað. Það er ekki sjálfgefið að hagsmuna samtök fái í raunverulega hafi burði til að berjast fyrir skjólstæðingum? Nei, það eru mörg dæmi það að hagsmuna samtök geta ekki haldið út í almennilegu starfi. Oft á tíðum mætti eiginlega segja svona að það er ákveðni hagsmunir sem að verða tímabundnir, verða mjög staðbundnir og það er kannski ekki hægt að réttlæta það að hagsmunarsamtök að þeirri því kaliberi í að geta borgað starfsfólki sínu laun. Það koma upp alls konar svona aðstæður þar sem hagsmunarsamtök verða til og þau verða til eins og segir staðbundin og jafnvel tímabundin eða mjög afmörkuð. En með tilliti til leigjendasamtakana þá eru við náttúrulega samtök sem eru að berjast fyrir réttindum rúmlega 40.000 fjölskyldna allt land. Þetta er einn stærsti einstaki þjóðfélagshópurinn. Þannig að við erum ekki með eitthvað tímabundin að takmörkuð eða afmörkuð hagsmunamál sem við berjast fyrir. Þetta eru mjög brýn og stærstu hagsmunir leigjenda. Leigjendur eiginlega enga stærri hagsmuni en þá náttúrulega að búa vel fjölskyldur sína. En það snýst náttúrulega að því að staða þeirra sem leigjendur, hún litar allt annað í þeirra lífi. Þannig að þetta eru stærstu hagsmunir þessara 40.000 fjölskyldna og gríðarlega stór hópur og að auðvitað ættu samtök eins og hagsmunarsamtök leigjenda að geta haldið út í starfi þar sem að þetta borga fólki laun vegna þess að starfið við að berjast fyrir réttundum og hagsmunum þessa hóps er gríðarlega umfangsmikið, gríðarlega flókin og margþátta og það þarf að viðhafa stöðug andmæli í einu opinberu umræðu vegna þess að við erum með gríðarlega sterk hagsmunasamtök á hinum endanum, hagsmunasamtök fjárfesta og fjármagnsins sem eru með tugi vellaunara starfsmanna við einmitt að viðhalda ákveðnu orðræði, ákveðnu sín, ákveðnu sjónarhorni á stöðuna á húsnæðismarkaði og við þurfum að vera andlagi þar og jafnvel andlagi við stjórnvöld og þannig að ef þú ert með stjórnvöld og fjármagnið með ákveði sjónarhorn og reyna að viðhalda uppi ákveðinu orðræðu húsnæðismarkaðinn, þá ertu með andlag á vegum sjálfboðasamtaka í gríðarlega flóknu málefni og það er náttúrulega bara á engan veginn sanngjarnt eins og nauðsynlegt og þetta er. En er einhver fordæmi fyrir því að slík samtök fái einhver fyrirgreiðslu svona frá hinu opinbera? Já, það er náttúrulega fullt af samtökum sem að fá fjármuni frá hinu opinbera. Það eru nokkur 100 félagasamtök og það var nú birtur listi hérna fyrir einhverjum vikur síðan þar sem að var farið yfir svona
listin hefur kannski verið svona að reyna að draga fram svona samtök sem að fáur vita eða kannski fæstir vita en sýndu fram á hvað ríki var að móka 20 milljóna inn í samtök sem að mjög fáur vita hvað standa fyrir og ég man til dæmis eftir það voru samtök Sameinuðu þjóðirnar sem að í rauninni gera ekkert annað heldur en að flytja fréttir af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og ég kann ekki séð að það séu margir sem eru að lesa þessar fréttir, minnst að kosti berast þessar fréttir ekki út í hina almennu umræðu. Þetta eru samtök sem fengu samt tæplega 20 milljónir frá ríkinu á síðasta ári. Leigjendasamtökin fengu 0 krónur. En það eru hagsmunasamtök ákveðna hópa, eins og til dæmis hagsmunarsamtök og baráttusamtök samkynhneigðra samtökin 78, þau hafa fengið 20 milljóna hverju ári og oft fengið líka sérstaka verkefnastyrki. Mér taldist til að þetta hafi verið 200 milljónir held ég fyrir árið 2023 og þetta vel. Það er svona mikilvægir hagsmunir og svona mikilvæg hagsmunarsamtök, þau eiga að fá svona fjárhæðir frá ríkinu. En það er annars samhengi í þessu sem kannski bæði ekki bara mikilvægt, þetta mjög alvarlegt. Við erum með leigjendur. Þeir eru skattlagðir umfram alla aðra þjóðfélagshópa. Þeir þurfa að borga, eru rukkaðir af leigusölunum annars vegar 11% skatt ofan á leigugreiðslurnar sínar eða 22%. Það fyrir til hvort þið leigi hjá einstaklingum eða fyrirtækjum. Það er lagður á 11% skattur ef þú leigir hjá einstaklingi, 22% skattur ef þú leigir hjá fyrirtæki. Þessum skatti skila leigusalarnir til ríkissjóðs. En leigjendur greiðan. Það er leigjendur sem greiðan skatt og það er engin annar þjóðfélagshópur sem er skattlagður umfram aðra hópa. Það er að segja kannski bifreiðeigendur, en þeir eru skattlagðir sérstaklega vegna þeir nota göturnar og eru að nota þau innvið og slíta þeim. En leigjendur, þeir eru ekkert með athafnasemi umfram aðra sem að skadar samfélagið einhvern veginn, en þeir eru samt skattlagðir og miðað við útreikninga okkar, þá eru þessar upphæðir á milli svona 10 og 15 milljarðar sem að fara inn í ríkissjóð miðað við stærð leigumarkaðarins í dag á hverju ári. Það segir okkur líka það að leigjendur sjálfur hafa staðið undir húsnæðisbótakerfinu alla tíð. Húsnæðisbætur til leigjenda hafa verið byrjunum svona 7 til 8 upp undir 9 milljarða á hverju ári og þar hafa varla náð því að vera heilmingurinn af því sem að leigjendur eru að skila inn í ríkissjóð. Þannig að þegar verið að segja að ríkið sé að borga húsnæðisbætur til leigjenda, þá er það bara alls ekki þannig. Það eru leigjendurnir sjálfur sem hafa staðið undir þessu kerfi og vel það. Og þessi fjármuni kannski enda þá hjá leigusalanum á endanum, það ekki vegna leigubótana þá sjá menn sér fært, þá vilja menn kannski hækka leiguna, er það ekki? Já, en það er leigusalinn, hann innheimtir þennan skatt af leigjendunum og hann skilur honum inn í ríkissjóð og hann er ekki sérstaklega mertur, hann fer bara inn í ríkissjóð eins og hver annar skattur, en hluti af þessum peningum fer í það að halda upp í húsnæðisbótakerfinu sem að er aftur einmitt að kerfi sem að leigusalarnir vilja að verði styrt vegna þess að þeir vilja geta hækka húsaleiguna. Af því að húsaleigan hefur alltaf hækkað í takti við hækkun húsnæðisbótum og alltaf vel umfram það. Við sýndum fram á þetta núna fyrir einmitt síðustu kjarasamninga þegar var samið aukna hækkun húsnæðisbótum sem vel að merkja hækkun á húsnæðisbótum sem var samið hún hvarf á meðan að samningstímanum stóð. Það er að segja ávinningurinn af því þess að krónutölu hækkuninni. Þannig að en auðvitað vilja leigusalarnir fá þennan pening allan aftur tilbaka sem þeir eiga ekki á uppruna sinn hjá leigjendunum. En það er náttúrulega stórmerkilegt að þú ert með leigjendasamtök sem eru hagsmunarsamtök og baráttusamtök rúmlega 40.000 fjölskyldna á Íslandi með þeirra ríkustu og stærstu og alvarlegustu og mikilvægustu hagsmuni. Þeir eru skattlagðir á milli 10 og 15 milljarðar sem að fara inn í ríkissjóð en leigjendasamtökin samt sem áður einu svona hagsmunasamtök almennings sem fá ekki eina einustu krónu frá ríkinu. Við erum að tala 0 krónur, actually 0 krónur, þrátt fyrir að ríkið
og ríkisstjórnin þáverandi 2019 hafði samið sérstaklega það við Alþýðusambandið og Eflingu og VR að styrkja fjárhagslegan rekstur leigjendasamtakanna. Við erum búin að skrifa mörgum ráðherrum ítrykkubréf í gegnum tíðina og þeim hefur ekki einu sinni verið svarað. Og maður spyr sig af hverju. Hugsanlega hefur verið einmitt út af þessu einkennilega samengi þar sem að þú talar ekki við óviniðina og gagnrýnir ekki viniðina. Við höfum verið álitin róttæk hagsmunasamtök sem við erum sjálfsögðu vegna þess að svona baráttu fer aldrei öðruvísi fram heldur en róttæk eða minnst okkur með ákveðinni ástríðu. Þannig að við hefum verið afgreitt svona sem öfgafólk og róttæk og þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, hann skautaði bara hreinlega framhjá leigjendasamtökunum og talaði í einu ummæli hans voru þar sem hann nefndi réttmætt samtök leigjenda. Hann vildi meina það leigjendasamtökin sem voru stofnuð 2013 og voru tímabili þau samtöku í Íslandi sem uxu hraðast að hann gaf það í skyn að hann féllst ekki á lögmæti þeirra. Þrátt fyrir að við séum með hátt í 3000 skráða félagsmenn og værum með höfðatölu stærstu leigjendasamtöku í Evrópu. En hann gaf það í skyn að hann ætlaði sér ekki að sættast á það að leigjendasamtökin hefði eitthvað ákveðið lögmæti gagnvart honum. Og þetta hefur maður tekið eftir að þetta hefur ákveðin afstæði hjá stjórnvöldum og ég vona að það breytist og ég gerir bara kröfu það breytist og þessi félagi mínir tveir, Jóhann Páll og Ragnar Þór sem að ég vinni mikið með í gegnum tíðina og ég treysti fyrir góðum verkum að ég treysti því bara að eitt þeirra fyrsta verk verði að tryggja það að leigjendasamtökin fái góða hlutdeild í þeim skattpenningum sem leigjendur eru að borga inn í ríkissjóð og við gerum bara kröfu það að annarkvort eins og við lögðum til að annarkvort skilið þessum penningum að fullu leyti eða byggi fyrir þá. Já, því það kom nú Ragnar Þór og Jóhann Páll komu nú báðir í spjalli mitt í aðdragandanum man ekki hvort það var í þættinu sem þú varst svona sem voru að tala sýnina fram á við og þeir voru mjög vel inn í málunum báðir voru með aðgerðar áætlun minni mig en maður hefur ekki neitt heyrt er það rétt hjá mér að maður hefur ekkert heyrt í nú er Jóhann Páll komin í umhverfismálin en hver er húsnæðismálaráðherra? Það ekki hún ég bara maður ekki í svipan, ég veit að Ásta Lóa hún er yfir velferðarmálunum held ég, félagsmálum og velferðarmálum innviðaráðherra ég bara man það ekki akkurat í augnablikinu. Nei, maður ekki heldur smá blackout en hins vegar er það þannig að þessi málefni eiga jafnt heima hjá velferðarráðherra eins og hjá innviðaráðherra. Þetta er velferðarmál. Staða leigjenda er velferðarmál. Þetta er ekki innviða auðvitað er þetta að hluta til innviðamál en þetta er velferðarmál. Það kom náttúrulega ljós þetta með græna bákninu, græna kastalanum bara umræðin í kringum hann að þá koma svo ýmsir fletir upp í umræðinu eins og bara akkurat þetta, það er velferðar og bara eins og lýðheilsulegt mál að vera með útsýni Já. Og kom sögum byggum eins og í opna skjöldu greinlega verktökunum eða það eitt er ótrúlega vitnisburður hvernig fjárhagslega hagsmunir hafa ráðandi ítök í ákvarðantöku bæði á sveitarstjórnarstigi og hafa haft í ríkinu og þetta er það sem við gagnrýndum í sósíalistaflokknum fyrir kosningar mjög harðlega bara hvernig fjármagni hefur rekið meira minna alla ákvarðantöku hjá almenningi eða í stjórnsýslu almennings og þarna sjáum við þetta til dæmis bara hvernig þegar þetta blasir svolítið brútal við okkur hvernig fjármagni hefur bara fengið að stýra ferðinni við erum áttakulega á því að þetta gerist ekkit óvart og það er ekki eins og alveg með leigumarkaðan, það gerist ekkit af þessu óvart við erum með
nokkur hundruð sérfræðinga hjá öllum sveitafélagum landsins og hjá samtökum sveitafélaga og hjá ríkinu, þetta sé ekki svona 600-700 mann sem að vinna við þetta 265 heila vinnudaga á hverju einasta ári við að velta því fyrir sig hvernig á að skipuleggja húsnæðismarkaðinn og skipuleggja samfélagin okkar. Og það þarf enginn að segja mér að þetta komi eitthvað óvart. Svo erum við þar auki með fullt af sérfræðingum úti í verkfræðarstofunum og arkitektastofunum sem að ofta tíðum líka bara svolítið í höndunum á fjárfestum vegna þess að fjárfestar, þeir setja bara ákveðnar kröfur. Ég vil fá svona byggingamagn, ég vil fá svona marga hæðir af því að sko þeir telja bara fermetrana á Excel-skjalinu og sjá bara hérna erum við með sko 11.000 byggða fermetra, kostnaðurinn við hvert fermetr er kannski 350.000 krónur, ég get selt hvern einasta fermetr á minnst að kosti 850 til milljón og þetta er það sem að fjárfestirinn að horfi, hann er bara með Excel-skjal og svo er arkitektinn, honum er bara gert að leysa þetta að maksa byggingamagni á þessum ákveðnum stöðum og svo er þetta selt og okkur verði sem að minnst að kosti leigjendur flestir á ekki efna að komast í en þarna sjáum við bara hvernig fjármagni stýrir þessu saman. En mér fannst, já, það sem ég var einmitt að hugsa áðan var, sko, þau voru með aðgerðaáætlun, flokkarnir einhverjar, en að þú talaði sko hversu róttækar breytingar þarf að gera eða róttækar kröfur umverulega, að þá fannst manni svona eins og þessir flokkar, jáfnvel sem eru núna stjórnarflokkar, væru mjög vel inn í málum og í svona með alls konar útreikninga á hreinu sko og allir sammála að þyrfti að byggja meira til dæmis, en það var allavega ég var ekki alveg samfærið það hvar þetta byrja aðgerðirnar, skilur vegna þess að manni fannst eins og þyrfti svolítið að það þyrfti sko raunverulega svolítið hugafarsbreytingu og kannski þá kerfisbreytingu til þess að akkurat að vera ekki að halda alltaf áfram að hygla fjárfestunum. Það er kannski hægt að það er ekki nóg að fara bara að byggja eða byggja meira og byggja þá bara einhver græn skrimsli sko ef að það er einhvern veginn á röngum forsendum. Þannig að ég hugsaði bara sitjandi í það þarf greinilega svona doka við og það þarf greinilega einhver svona aðeins djúptakari breytingu hérna. Þannig að sé ekki bara verið að gera einhver svona smá einmitt bæta húsana hérna. Það voru svona nokkur góð atriði en það var eins og það einhvern veginn sko, fannst mér að sósíalistar sýndu fram á að þú veist, það var eins og það myndi ekki duga nema mjög skamt ef það væri ekki leið eða á undan farið í það að hérna bara vinda ofan af þessari öfgamarkasyggju á húsnæðismarkaði. Það er það sem að þarf og mér finnst mjög varlega stigið til jarðar hjá núverandi stjórnvöldum, minnst að kosti ef að marka má stjórnarsáttmálunum. Það á ekki að taka á þessari öfgamarkasyggju á húsnæðismarkaði. Við vorum átt okkur að því að uppbyggingaferli, ef á að breyta taktinum í uppbyggingu húsnæði, það mun taka töluvert langan tíma. Við erum með ákveðna getu í byggingarinnanum og hún er kannski þegar best lætur rétt rúmlega 3.000 íbúður á ári og okkur vantar milli 8 og 10.000 núna bara vantar. Við erum að sjá fram á samdrátt á þessu ári í framleiðslu með að við útgefum byggingaleyfi fyrra. Þannig að við verum að tala að kannski ekki fyrir árið 2026 verður þetta að koma byggingamarkaðnum aftur á stað og þá verður þetta væntanlega allt eins og áður, bara á forsendum hans. Ég talaði við fjármálastjóra hjá stórum byggingaraðila og hann sagði við mér sko fyrirætlanir stjórnvalda og óskir skipta okkur engu máli. Við horfum bara á rekstrarumhverfið. Það er eina sem við horfum í. Þannig að sko að þó að stjórnvöld séu búin að skipuleggja lóðir og þess áttar, ef að rekstrarumhverfi verktakana er þannig að agnast þeim að hingra aðeins og byggja bara á dýrulóðunum eða þar fram eftir götunum, þá munið þau bara einfaldlega að gera það. Og það er þetta því að markaðurinn ræður. Það er algjör markaðshyggja eða markaðurinn bara ræður þarna ferðinni. Og við höfum viljað sjá að ríki og sveitarfélög
tæki stærri þátt í uppbyggingunum vegna þess að þau gera þetta ekki á markaðsforsendum og ekki að horfa í ekstra umhverfið, heldur bara þörfina til þess að uppfylla þessa félagslegu þörf íbúana eða skjólstæðinga sinna. Við höfum viljað sjá það. Annars sem ég rækka augun í varðandi stjórnvaldi sem við höfum kallað eftir, en það virðist eins og stjórnvöld að við látið þarfir sitja varðandi leigumarkaðin og stöðun á leigumarkaði núna. Það þarf bráða aðgerðir á leigumarkaði og þá erum við að tala það þarf að hamla, ekki bara hamla frekara hækkunum, heldur leiðrétta leiguverð. Það er fyrsta krafan. Það er að leiðrétta leiguverð vegna þess það er búið að hækka umfram allar aðra hagstærðir eða samfylgni við aðra hagstærðir meira á Íslandi en nokkur öðru landi í Evrópu. Þannig að það er að leiðrétta það. Það er ekki nóg að hafa leiguþak. Nei, það þarf að setja leiguþak eða að setja viðmunaverð, það þarf að leiðrétta leiguverð. Þetta er bara að leiðrétta leiguverð. Við getum bara miða við, það eru alls konar aðferði við að reikna út eðlilega húsaleigu og við höfum gert það eftir einum 5 mismunandi leiðum og alltaf endað á svona sama 10.000 krónunum við reikna út eðlilega húsaleigu fyrir ákveðna stærðir íbúðum sem að þýðir hins vegar að húsaleiga þarf að lækka 30-35%. Þá erum við komin að því sem eðlileg húsaleiga og ætti að vera. Ef að húsaleiga hefði hækkað samhliða verðlagi, verið með eðlilega samfylgni við hækkun húsnæðisverð, tæki mið af kostnaði og ef við myndum nýta okkur áfram þessa reglu sem ríkið hefur nýtt sjálft í áratugi, þar sem að húsaleiga er bara 5% af brunabóndamandi, þá þarf að húsaleiga að lækka þetta 30% og það þarf að gera strax. Það er ekki nóg að segja, við ætlum að setja frekari hömlur á Airbnb. Það er bara alls ekki nóg. Þörfin er það mikil. Ég hins vegar fullur sem það að það mun hafa áhrif þegar að kemur til gags. Ég veit ekki hvernig það verður. Ég er ekki búin að sjá neinn frumvörp þetta og ég sé það ekki hendi mér að þetta verði á vorþinginu. Hugsanlega kemur þetta ekki fram fyrir næsta haust, sem þýðir það að þá kemur þetta til framkvæmda einhvern tímann vorið sumarið 2026, sem þýðir þá að leigjendur eru þá aftur látnir bíða í hátt í 2 ár, búandi við þessar mannskemmbarna aðstæður. Við vitum það bara að fólk sem býr við til dæmis húsnæðisóöryggi, þegar maður fjórfalt líklega til þess að falla fyrir ein hendi. Þetta hefur gríðarlega alvarlegar afleiðingar í för með sér og það ætti að vera fyrsti forgangur stjórnvalda að það er að draga úr sjálftöku, eða stöðva sjálftökuna og stöðva þetta okurlegumarkaði og tryggja húsnæðisöryggi leigjenda og það þarf að gera strax og ég segi bara fyrir leigjendur, það verður engin afsláttur gefin á því, ekki nokkur, ekki 1 mínútu, aldrei. Og við munum berjast fyrir þessu alveg sama hverjir eru í ríkisstjórn og hverjir fara fyrir þessu málaflokki. Kristrún náttúrulega talaði þetta í áramóta ávarpinu, þá ef mann rétt lagður mikla áherslu á húsnæðismálin. Og þarna eru einmitt þeir sem bara sátu hérna og lofuðu bara virkilega ef að þeir kæmust til valda myndu taka þetta föstum tökum, þannig að það er svo sem alveg kannski meiri von núna en oft áður að þetta verði einhvern veginn tekið alvarlega, en þá kemur þið svo segir bara, hversu lengi samt, hvar lendir það á einhverjum svona einhverju áætlana gerð, þú veist, hversu... Já, menn þetta tekur allt tíma, það tekur tíma að koma fram með frumvarp sem að þarf að fara í samráðsgátt og það þarf til að byrja með fara í gegnum flokk eins og Viðreisn sem að hefur hingað til hafnað öllum inngripum á leigumarkaði. Það var bara að tala fyrir óheftri öfgamarkaðshyggju á húsnæðismarkaði, alltaf. Og þarna hefur við bara mætt þessu viðhorfi bæði á Alþingi og í borgarstjórn Reykjavíkur. Það þarf að koma svona frumvarp í gegnum þann flokk. Og svo þarf að fara með þetta inn í þingið. Það er að afgreiða þar og svo þarf að setja ykkur dagsetningu á það hvenær það getur framkvæmda varðandi, þá erum við að tala þetta frumvarp sem hugsanlega kemur varðandi það að draga úr fjölda íbúða á skammtímalega markaði. Nú, og svo yfirleitt þannig í svona frumvarpum að
fólk gefin ákveðin umþóttunartími. Hann kannski 6-12 mánuðir, það segja fólk búin að kannski fjárfesti í íbúðum og til að vera með það skammtímalegur og þeim gefin einhver umþóttunartími, hvað ætla að gera við íbúðunar, selja þær eftir atvikum eða setja þær á leigumarkaðin. Þannig að þá eftir að draga þetta er að dragast mjög á langinn að við fáum einhvers konar alvöru áhrif af þess konar inngripum inn á húsnæðismarkaði þannig að það geti haft áhrif á leiguverð. En væri hægt að gera eitthvað strax? Já, það sem hægt að gera strax það hægt að setja og hægt að leiðrétta húsaleigu. Það bara hægt að gera það strax? Já, það er hægt að gera það strax og það hefur verið gert áður. Það hefur verið sett hérna lög 1983 sem að gerði þetta nákvæmlega. Líka sett lög á 1947 og 1927 og 1930 eitthvað. En þetta hefur ekki verið gert í seinni tíð vegna þess einfaldlega á 7., 7., 8. áratugnum. Og alveg framundir 1995 þá var húsnæðisuppbygging þannig að hún uppfyldi þörf landsmanna alveg að því marki að það var enginn sem gat níðst á samborgurum sínum í skjóli skors af húsnæði. Já. Þannig að þess vegna höfum við tímabil þar sem að ekki verið, það þarf hreinlega ekki. En það gerðist eins og 1983 en það var reyndar út af verðbólgunni af því að launin fylgdi ekki verðbólgu heldur en húsalega fylgdi verðbólgu að þá voru þetta stjórnvöld bara lög húsalegum sem að voru gildi svo reyndar með ákveðnum afbrigðum fram til 1999. Þannig að það hægt að gera þetta og það eru fullt af ríkir sem að gera þetta. Það eru 23 ríki í Evrópu sem eru með eitthvað konar hömlur á upphafsleigu. Við erum með allt í kringum okkur. Í Danmörku, Þýskalandi, Austurríki, Hollandi, Belgíu, Spáni. Þetta allt í kringum okkur þar sem að ekki bara verið að setja leigubremsu, heldur líka eru ákveðin viðmið við upphafsleiguna. Gott og vel, ef að leigubremsa hefur verið sett á bara hérna 2011, í maí 2011. En það er ekki hægt að láta húsaleigu hækka 3-4-falt umfram verðlag í 1,5 áratug og segja, nú skulum við setja leigubremsu. Þegar að leigan er allt og há vegna þess að það hjálpar leigjendum ekki neitt að vera að borga 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum, vitandi það að húsaleiga mun ekki hækka nema 1.500 krónur í næsta mánuði í staðinn fyrir 1.800 krónur. Já, þegar ójafnvægið orðið svona gríðarlegt. Já, það er þetta sem þurfum að laga og þetta þurfa stjórnvöld núverandi að setja í algjöran forgang vegna þess að þarna eru undir líf og heilsa og framtíð og atgerfi yfir 40.000 fjölskyldna á Íslandi. Og jafnvel fleiri núna, svona eins og áhorfir væntanlega, en þá er svolítið merkilegt Guðmundur Hrafn að það voru hlustendur sem að skoruðu á okkur hérna við Rauðaborða að kalla þig til núna vegna þess að það er svolítið misræmi milli þessarar ofboðslega áherslu sem var í kosningabaráttun á húsnæðismálin. Það voru eiginlega allir flokkar sammála eiginlega bara allir hægri og vinstri að húsnæðismálin væru aðalatrið og svo bara hversu langan tíma, horfa allir núna á klukkuna og svona hversu langan tíma ég var gefa nýri ríkisstjórn áður en þetta er þá byrjað einmitt sett á oddinn kannski maður getur kannski ekki sett neitt rosalega nákvæman tíma á þetta. Ég myndi segja að eftir svona 2 vikum eftir að þingið komið saman ef við erum ekki farin að sjá þá ekki bara einhverja fyrirætlanir vegna þess að fyrirætlanir hafa enga þýðingu. Tja, eru ekki góðar eða eru góðar fyrirætlanir? Nei, þær hafa enga þýðingu. Þær gera ekki neitt. Það eru verkin sem að tala. Þú getur alveg sett fram eins og Sigurður Ingi, hann er svona hálfgerður spunameistari með fyrirætlanir. Það er rauninni konungur fyrirætlana. Hann gerði ekkert annað og ég held að það hafi losað þessa þörf á að gera eitthvað. Það var að koma fram endalaust með fyrirætlanir.
leið viðkomandi væntanlega örlítið betur eftir að hafa myndgert og sagt frá og baða sig í ákveðnu fyrirætlunum á ákveðnum tíma, þá losar svona knýjandi þörf já við verðum að gera eitthvað. En fyrirætlanir geta hreinlega bara skemmt fyrir líka vegna þess að gefa ákveðna falsvon og það kaupa ákveðin tíma að vissu leyti að friða fjölmiðla, friða jafnvel hagsmunahópana líka. Þannig að fyrirætlanir einar og sér sem að eru oft verið svona leikri stjórnvalda. Ég gef lítið fyrir þær. Ég vil bara sjá aðgerðapakka, það að segja tímasettan, fjármagnaðan aðgerðapakka og ég vil líka sjá aðgerðir sem kostar ríkið ekki krónu eins og til dæmis að leiðrétta leiguverð og það að skila hluta af þessum fjármunum sem að leigjendur borga í auka skatt umfram alla aðra þegna á landinu inn í hagsmunabaráttu fyrir þá og öllum afgangi skal þá skila annarkvæmt í húsnæðisbætur eða til uppbyggingar. Við förum bara fram á það og það ekkert mál að reikna það bara aftur í tíman. Ég meina, ríkisskattstjóri eða skattayfirvöld hljóta geta sagt okkur bara hvað að hafa leigusala skilað í fjármagnstekjuskatt sem er innheimtur á leigjendum undanfarið 15 ár og þá getum við bara séð hvaða sem leigjendur eiga inni það annarkvæmt í fjármunum sem á að setja bara strax í uppbyggingu á húsnæði, óhagnadrifnu húsnæði handa þeim á vegum ríkis og sveitarfélaga eða borga þeim í húsnæðisbætur eða styrkja þeirra hagsmunabaráttu. Þetta eru peningar sem að með mér liggur við að segja með óréttmætum eða ósiðlegum hætti er innheimtur að fátækasta hluta þjóðarinnar og fer inn í ríkissjóð. Og aldrei talað sem einhver sérstök skattheimta. Þetta sérstök skattheimta sem að leigusalanum gert að innheimta af leigjandanum. Leigusalinn innheimtir skattin af leigjandanum og skilar honum til ríkisins. Nákvæmlega eins og verktakinn sem innheimtir virðisaukaskatt af þeim sem hann kaupir einhverja vöru eða þjónustu af og skilar virðisaukanum til ríkisins. En eins og segir þessir fjármunir sem eru svona órétt sem sagt þeim aflað órétt með þann máta það væri hægt að nota þá til dæmis í félagslega uppbyggingu húsnæðis óhagnaðardrifna uppbyggingu það væri bara einhvern veginn lógist mörguleyti það var ein leiðin en það var einmitt svo sláandi að hvað menn höfðu svona hálfgerða fóbíu fyrir bara orðinu félagslegt húsnæði eða óhagnaðardrifið. Það var svona eins og þetta væri bara orðin einhver mantra að það væri alveg síðasta sort og hitt væri eiginlega sjálfsagt að hafa það markaðsdrifið, svo væri bara spurning svona hvað væri hægt að gera innan þessa markaðskerfis, hvaða lausnum væri hægt að finna þar. En mér fannst þetta svona það eins og þessi búið að tella okkur þá trúum það að eina lausnin sé óheftu markaðsöfl á húsnæðismarkaði. Við verum átt okkur á því að alla síðustu öld og rétt framundir bara undir aldamótin, þá henni 3 kerfi í gangi inn á húsnæðismarkaði. Við erum með samvinnufélög sem að byggðu það vel 20.000 íbúðir. Við erum með sveitafélögin sem að byggðu 14.000 íbúðir og svo erum við með svona hinn almenna markað. Þeir eru álíka stórir þessi kraftar, byggja allir sínu forsendum. Þarna ertu með alvöru svona samkeppni í rauninni vegna þess út með 3 kerfi í húsnæðisuppbyggingu sem að keppa, kannski ekki að tala um að félagslegt húsnæði sé að keppa hilli borgara sinna en til þess að vega upp á móti verði á almennu markaði og líka bara þess að vera valkostu fyrir fólk. En í dag erum við með 98% af húsnæðismarkaðnum óheftan markaðsdrifið. Við erum bara rétt 98? Já, við erum með tæplega 3% af húsnæðismarkaðnum sem félagslega svona félagslegt húsnæði, svona almennu húsnæði. Þannig að við erum með algjörða yfirburðastöðu eins kerfis og við erum eina landi sem erum með svoleiðis. Meira segja til dæmis í Englandi Margaret Thatcher, hún sló nú svolítið tónin í niðurrifi á félagslegu húsnæðiskerfi víð í Evrópu, minnst okkur í þau löndum sem að tóku upp þessa stefnu
Í Englandi var félagslegt húsnæði rétt rúmlega 30% af öllu húsnæði. Þrátt fyrir að Margaret Thatcher hafi verið við völd í 10 ár og verið rauninni þessi stóru hugmyndasmiður þessara eyðileggingastefnu, að þá tókst henni ekki að færa hlutfall félagslegt húsnæði í Englandi nema niður undir 20%. Á Íslandi fóruðu með niður í 2,4%. Þannig að það var algjört niðurbrot á þessu kerfi og við þurfum að vera með enga eða hagnaðardrifin húsnæðismarkað má alls ekki vera meir en 50% af allri uppbyggingu. Alls ekki meira. Ekki 90% eða 98%. Það má ekki fara yfir 50%. Hinn 50% þurfa að vera húsnæði og það er að tala gæða húsnæði á vegum samvinnufélaga, sjálfseignarstofnana og sveitafélaga. Það þarf að vera alvöru valkostur. Og þar sem að húsnæðismarkaðurinn er í jafnvægi, þá er það víða svona vegna þess að það er nú bara verið sýnt fram á það með rannsóknum að þegar að þú ert með umhverfi sem að í rauninni er að gagnast ekki spákaupmennsku þá verður allt umhverfi betra. Ástralía gerur rannsóknir á þessu og þeir tóku eftir því að við þrengja að regluverki á leigumarkaði í ákveðnum skrefum, þá sáur þennan tendens að það voru braskarnir sem hörfuðu, ekki alvöru fjárfestar eða alvöru uppbyggingaraðilar og þeir sem urðu eftir sem að voru inn á húsnæðismarkaði með einhverjum ákveðnum metnaði og til langstíma, þeir sögðu allir að umhverfið hefði orðið betra þegar að braskarnir fóru. En við erum með umhverfið í dag þar sem að verðt með algjörðan yfirbyrða og heftri og öfga markasíkju sem er náttúrulega drauma leikvöllur braskarana og þetta þurfum við náttúrulega að stoppa og ég segi bara að þetta lítur hljóma kannski svolítið öfgafullt að við þurfum að stöðva þetta en það verður bara að stöðva þetta. Þetta er nákvæmlega eins og með bara skæða sjúkdóma, bara verður að stöðva svona sem hefur eyðileggjandi og skemmandi og meðandi áhrif á svo stórum hópa meðborgar okkar og samborgar okkar, þá verðum við að stöðva þetta. Okkur er algjör skylda til þess og ég treysti stjórnvöld til þess en þau geta ekki keypt sér tíma fram á voru til þess að koma fram með alvöru áætlanir þetta. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna, kæra þakki fyrir að koma og minna stjórnvöld á að þau lofuðu öllu fögru og það er ekki nóg að vera með fögur fyrirheit, það er ekki gott fyrir landið okkur og ekki gott fyrir geðheilsuna og eins og þú segir þegar það kemur í hausinn á okkur og við höfum ekki langan tíma, við höfum ekki tíma til að bíða sem sagt. Alls ekki. Takk fyrir. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka ég fyrir að sitja hérna hjá okkur og með okkur og senda spjallið yfir til ykkar. Ég þakka líka góðum hlustendum fyrir að skora á okkur að tala við formann Leigjendasamtakanna núna og ekki síðar en núna af því að það þarf að halda þessari gagnrýnu samræðu áfram. Ég heiti Oddný Eir og bið ykkur fari ekki langt. Við höldum áfram samræðin hérna við Rauðaborðið eftir smá stund. Takk. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.